Ég ætla aðeins að fá að lesa hérna upp úr íslenskum þjóðháttum. Krabbamein koma af því að lifandi krabbi gróinn fastur í holdinu og segja sumir að hann deyi ekki fyrir en 1 eða 2 dögum eftir að manneskjan dáin. Ekkert hef ég fengið að vita hvernig hann kemst inn í holdið. Tunglgjurt átti að vera góð við krabba, marinn og lögð við hann í umbúðum. Hellunóðri, gott að leggja við hann krufða mús. Þetta svona, kannski af þessu sem að orðið krabbamein dregið að fólk hélt að þetta væri krabbi. Hvað krabbamein? Krabbamein náttúrulega fékk nafni sitt einmitt að því að það lítur út eins og krabbi. Þetta sást í brjóstvef og þá leit út eins og svona margarma krabbi, eins og dýr. En í raun og veru þetta bara okkar eigin frumur sem hafa orðið veikar. Og það þannig að það koma á mann einhver áreiti, til dæmis eins og reykingar, og ef áreitin eru síendurtekin, að þá geta frumurnar orðið fyrir of miklum áreitum og verða þá veikar, þannig að þær öðlast nýja eiginleika. Það myndast svona hálfgerðar stökkbreytingar inn í erfðaefninu og þá öðlast það þann eiginleika að þær geta lifað af hluti sem að venjulega frumur lifa ekki af. Til dæmis að þá geta þær vaxið inn í aðlagan vef, þær geta vaxið án þess að taka tillit til umhverfi síns og þær geta laðað að sér nýjar æðar til þess að verða stærri og meiri. Þannig að þetta okkar eigin frumur sem breytast. Þetta ekki neinn sníkjudýr eða krabbar sem koma inn í líkamann.